Já, þið eru að hlusta á útvarpsþáttinn Harmageddon og við sitjum hér áfram með Davíð Bergmann meðferðarfulltrúa og við erum búin að tala börn í afbrotum, börn og unglinga og Davíð, þú náttúrulega þekkir þessi mál mjög vel og er búin að vera í þessu síðan 1995 allavega. En hver var ástæðan fyrir að þú byrjaðir í þessu og okkur hefur verið svona lengi í þessu? Já, sko, ég hefur að byrja mjög aftarlega í lífslöpunu. Staðreyndin, ég var svona olnbogabarn sjálfur og ég sem sagt fór í 5 úrræði, fósturúrræði, sendur út á suður og ástæðan fyrir því að ég var sendur í burtu á sínum tíma var að ég átti erfitt með nám og fyrir vikið var ég rifinn upp með rótum. Það var ekki mikið verið að spá í hvort ég hafði getu á okkur öðru sviði heldur en í bókinni. Það var ekki verið að spá í það að ég var afbragðs íþróttamaður. Það var ekki verið að spá í hver mín félagslega hæfni væri eða þess áttar. Heldur var ég bara rifinn upp með rótum og sendur út á land. Ástæðan fyrir því að ég verið olnbogabarn er ekki það að aðstæðurnar mínar heima fyrir hefur verið mjög slæmar. Ég á fatlaða systir sem er heyrnarlaus og hún þurfti náttúrulega sína sinnu en ég fekk mína sinnu. En ég höfuðkúpubrotnaði þegar ég smábarn sem hefur gerði það að verkum. Ég átti mjög erfitt með nám seinna mér og var mjög lítill eftir aldri. Á þessum heimilum sem ég var vistaður á út á suður þá upplifði ég ýmislegt. Andlegt, líkalegt og kynferðislegt ofbeldi. Sem þú lendir í af hálfu starfsmanna? Nei, ég lendi sem sagt á þessum heimilum var ég fyrir ofbeldi og einu slíku heimili var ég fyrir kynferðislega ofbeldi að hálfu annars vistmanns sem var á svæðinu. Og þetta leyndarmál geymdi ég í ansi mörg ár. Ég opnaði þetta ekkert fyrir árið 2000. Og ég man alltaf eftir þetta var á 30-afmælinu mínu og þetta var óbúslega erfiður dagur og ég opnaði þá í fyrsta sinn á þetta. Og ástæðan eiginlega fyrir því að ég fer að vinna í þessum málum er fyrst og fremst að ég hef náttúrulega umhyggju fyrir börnum sem er í vanda, líkt og ég var í vegna þess að þetta fer illa með sjálfsmyndina. Og hins vegar var það líka það að það var einskert hatur frá mér í garð barnaverndar. Og kannski skiljanlega vegna þess að á meðan ég var í þessum úrræðum út á suður þá man ég aldrei eftir því að nokkuð tíman hafi komið starfsmaður frá barnavernd og talað við mig eða tekið út staðinn og ég man ekki eftir því í eitt skipti. Þetta er sennilega eitthvað breytt í dag en ekki? Jú, það ætli ég rétt að vona. Jú, ég er nokkuð samfærður að umhverfið er allt annað í dag. En hvernig, þú veist, þú ferðir á milli 5 heimila, þetta er til hvað 16 ára aldurs eða hvað það er ekki? Ég er fósturvistaður. Já, og hvernig, þú ferð þá í vist hjá öðru fólki bara. Já. Og hvernig voru þessi heimili? Þau voru eins misjöfnir eins öðrum mörg. Já, en þau voru mörg þeirra, voru kannski góð og kannski eitthvað sérstaklega tíðin. Já, mörg gerðu þeir gott. Já, mörg voru mjög góð. En önnur voru þannig að þú veist að eins og þú lendir í þessum aðstæðum, sko, þá er ekkit eftirlit. Það er raun og veru ekkert til að leita. Það var ekkert eftirlit. Og eins og ég sagði, ég bar með mig þetta leyndarmál alveg til 30 og ég var óbóðslega reiður og ég náttúrulega gerði ýmislegt í minni reiði og beiskju og þegar mér gafst tækifæri á því að fara að vinna sem sagt barnavernd þá fór ég að vinna fyrst byrjaði í mótorsmiðinni sjálfu og stoppaði þar stutt við. Svo fór ég í útideildina og svo fór ég að vinna fyrir Reykjavíkurborg í barnavernd. Þá var það alltaf markmiði hjá mér númer 1, 2 og 3 að enginn myndi lendi í því sama og ég lendi. Mér leið þannig. En hefur þú í þínum störfum hitt börn sem að hafa sagt þér að þau er lendingur og svona og hefur þú getað gripið inn í eitthvað svona? Svona ferli? Já. Auðvitað koma börn með alls konar vanda og jú, ég hef hitt börn sem hafa orðið fyrir
andlegu, líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi oft og iðulega og það fæðist engin vondur það bara staðreynd og ég held að allir hafi sína sögu að segja mín ekkert örugglega frábrugðunar heldur hver önnur þetta auðvitað eitthvað sem að ég mun díla við allt mitt líf og ég mun aldrei sætta mig við þetta bara eitthvað sem að ég bara tek með mér í mína gröf og ég nokkuð sannfærður að örugglega einhverjir til dæmis afbrotamenn á Litlahrauni eða ég ekkert ósvipað sögu að segja En var þetta á opinberu svona unglinga eða barnaheimili sem að þetta gerist? Já, þetta var sem sagt á í fóstri. Og gastu ekki leita til einhverja starfsmanna? Nei, það talaði enginn svona á þessum árum. Nei. Enginn. Nei. Og þó þú væri ekki spurður þá þetta samt ekki Nei, sko, þetta var bara skömm og skömm og aftur skömm og maður leitaði skýringa í mörg ár og þetta var bara svona var bara völuleikin og ég byrði þetta inni og var bara reiðari með hverju árinu Þannig að þú þekkir svo sannarlega báðar hliðar búin að vera beggja vegna borðsins bæði sem skjólstæðingur og síðan starfsmaður síðar Já. Og hvernig þetta þú veist úrræðin í dag, þú ert alveg sammála því að þau eru klálega og þú veist og það betur haldið utanum sem mál í dag en það var þá en það má klálega Ég skal fullera það hér eins og ég sitt hérna að allir þeir starfsmenn sem ég starfa með til dæmis á Stuðlum að leggja sig fram í líma við að gera gott starf, allir það sko fólk að þessu ákveðnu hugsjón ekki það launin, það get ég alveg fullyrt hér það er deginum ljósara sko. En það sem að fer í taugarnar á mér eins og ég bent á hann að þeir sem að taka ákvarðanar fólki sem talar börnin en ekki fólki sem að tala við börnin það megin munurinn Og mikið af svoleiðis fólki sem að stendur í vegi fyrir einhverjum umbótum í þessu kerfi það ekkert leyndarmál að við langt síðan að við byrjum að tala hluti eins og Youth Offending Team að þú veist að fara að vinna með orsök og afleiðingar afbrota Sko, ég byrjaði á þessu fyrsti hópur sem ég byrjaði með, það var hópastarf 1997. Það var vegna þess að ég var búin að sitja hverja yfirheyrslunum fætur á annari með ungmennum sem voru að brjóta af sér og þeim var slett sama. Vegna þess að þau höfðu það ákveðin skilaboð á götunni, það gerist ekki neitt. Og þau hugsuðu bara með sér, já, þetta allt í lagi, ég fer bara yfirheyrslu og svo er þetta búið. Og jafnvel foreldrarnir höfðu þessa skoðun. Síðan leitaði til samstarfs við lögreglu, fangelsismálayfirvalda, spítalana og tryggingafélags og björgunarsveitar. Það sem ég sett á stað hópastarf sem var eingöngu fjallað það að kynna fyrir einhverju orsök og afleiðing afbrota. Eins og það að menn höfðu óbúslega litla þekkingu á því hvað þýðir það að vera barinn í klessunir í bæ. Getur eitt kjafsök þýtt það að það eltiði allt lífið? Getur við komandi orðið fatlaði forever? Og við erum alltaf að sjá það og hverju einast ári verið alvarleg líkamsárás og dómarnir einhvern veginn á þá leið að það 1-2 ár og skilorðsbundið en það engin fræðsla. Það ekkert verið að upplýsa það hver orsök og afleiðingar afbrota. Og fyrsti hópurinn sem ég gerði var 8-10% árangur. 8-10% árangur og þá spyr ég borgar þetta sig? Næstu hópur sem ég var með var erfiðari, hann var ekki eins móttækilegur það líka þannig að fullt af börnum sem fara í meðferð sem ekki móttækileg og þau taka ekki meðferð og það tekur tíma að fá viðkomandi til þess að taka meðferð árangur þar var 60%. Þannig ég spyr mig þetta leiðir sem við höfum að fara eða að halda þessu áfram? Þetta hópastarf sem var í gamla daga en ekki lengur? Nei, það þótt og dýrt. Ég man eftir þessu, þetta var semst 97 og í fyrsta hóp voru 10 strákar og þeir voru allir konur við sögu hjá lögreglunni í afbrotum og vesinni
og það kostaði 280.000 og starfið tók 3 mánuði. Þetta kostaði 280.000? 280.000. Já, það aldrei lýs. En það náttúrulega gífulegi peningar. Það þóttu miklu peningar það. Já, menn þetta þetta, en það þú veist, geta einhverja aðrar komið að svona, þú veist, maður sér þetta sko, þú veist, þetta klálega sko meikar mun meiri sens að vera að vinna í svona sko í þessum fyrirbyggjandi forvörnum og kenna mönnum afleiðingu gjörða sinna. En þetta ekki bara líka eitthvað sem sjá í íslensku samfélagi almennt? Fólk ekki að taka sko afleiðingu gjörða sinna og kemst upp með allt? Ég hef svolítið gaman að því að við erum með kerum prógram sem heitir ART, sem alveg brilliant prógram fyrir sérstaklega fyrir börn sem andfélagsleg. ART svona anger replacement training. Þetta svona reiðistjórnun, siðferðis umræða og félagsvitund, félagsfærni. Og ég heyri jafnvel að börnin sem að brjóta sig, þau fara í samanburð á sjálfu sér og útrásavíkingum sem búin að stela 1000 milljarða. Þannig að sko auðvitað smitar þetta alveg jaftnir í grasrótunandi barnana eins og út í samfélagi. Fyrirmyndirnar eru út allt og síðan eru líka náttúrulega svona nafntóðar glæpamenn og glæpaklíkur kannski sem eru svona glorifæðar í fjölmiðlum. Já. Hefur það ekki eitthvað áhrif líka? Jú, og ég get sagt ykkur það ekkert sko nú ætla ég að sko nú tala ég og eins og ég hef gert allt þetta viðtal í mínu nafni, ég ekki að tala í nafni Stuðla eða neins meðferðarheimilis. Í dag ástandið þannig að börn í afbrotum og neyslu geta jafnvel sigað á mig sem meðferðarfulltrúa skipulegum glæpasamtökum. Já, það laglegt. Og ég tek því alvarlega, af hverju? Vegna þess að tengslin á milli ungra glæpamanna og hins vegar harðsýraðara glæpamanna hún minnst styttri heldur voru áður fyrr. Siðferðisvitund glæpamanna eða þeirra sem eru andfélagslegir ekki í neinum samanburði við það sem var að gerast hérna fyrir 5-10 árum síðan. Það datt engum helvita manni það í hug á götun að selja barni fíkniefni fyrir nokkrum árum síðan. Nei, það ekki lengra en fyrir nokkrum árum síðan. Núna þessi veruleiki til staðar og þau eru í tengslum við harðari heim og við tökum svona alvarlega. Það svona verður eitthvað að fara að gera í þessu? Já, að sjálfsögðu. Og oft var það löngu búið. Ókvæðlega. Davíð Bergmann, meðferðarfulltrúi, við þökkum þér kærlega fyrir að koma og deila þessu öllu saman með okkur. Já, takk fyrir.